Já, við ætlum að tala aðeins kosningarnar sem voru hérna fyrir rúmri viku. Tómas Ellert Tómasson hingað kominn, velkominn. Þú skrifaðir grein á Vísi, þar sem á varst að velta spurningunni hvort að aðdragandi úrslit þingkosninganna hafi verið lýðræðisleg. Þú komið hingað oft í spjall, einu sinni varst í Miðflokknum, einu sinni varst í Sjálfstæðisflokknum og ég svo ekki betur að vera að styðja Framsókn í kosningunum. Ég gerði það í kosningunum. Þannig að þú ert virkur í pólitíkinni. En þú svarar þessu reyndar í lok greinarinnar, voru aðdragandi úrslit þingkosninganna lýðræðisleg? Já, miðað við það kerfi sem við búum við, en þú ert eiginlega að segja að kerfi sem við búum við sé ekki alveg lýðræðislegt. Já, það sko, allavega ekki við miðum til þess með Norðurlöndin, sko. Nei. Já, á Norðurlöndinu hafa nú menn verið að færði svo þröskuld, ekki með svona háa þröskulda, ekki meina 5% þröskuld, svona sem dæmi. Þannig 2% í Danmörku, 4% í Noregi og Svíþjóð. Það voru ykkur umræður að lækka hann í Noregi, en mér fannst þess að það væri bara komin í 3%. 3%, sko. Og það ekki þröskuldur í Finnlandi, en það engin uppfótamenn. Nei, og ekki í Færeyjum heldur, sko. Nei. Það engin þröskuldar heldur. Já, og það náttúrulega líka bara landið eitt kjördæmi, sko. Eitt kjördæmi, og sama við Grænland. Já. Og í öllum þessum ríkjum eru kjördæmin stærri. Það einhvers veginn eftir að kljúfa höfuðborgina, eins og gert hér. Nei. Það svona ýmsar útgáfur af þessu. Það ýmsar útgáfur af þessu, en sko allavega segja eins og til dæmis í Færeyjum að þá til dæmis skiptar ekki máli hvort það búir í Viðey, Íslandi, Vestmannaeyjum eða Flatey. Það sem að ég segja landið eitt kjördæmi og En sumstaðar fjölmenn kjördæmi, oft í höfuðborgunum eða svona næstæðstu borgunum, en svo allt niður í bara einn í einhverju kjördæmi, ég held að þessu 2 í Borgundurhólmi í Danmörku. Það eru einhverju kjördæmi sem er bara einn maður í Finnlandi, held ég. Já, það eru náttúrulega ýmsar variationir á þessu, sko, en þeir eru með allan að eiga það þessi Norðurlandaþjóðir að þau hafa þá allan verið með lægri þröskulda heldur við erum með hér upp á að koma að mönnum inn á þing og við Íslendingar erum náttúrulega einhvern veginn alltaf 20, 30, 40 árum eftir Norðurlöndunum í hverju sem sko og þetta er kannski þroskaðar í svona lýðræðis þjóðfélög og ég veit að það var og þessi þröskuldar hafa náttúrulega verið lækkaðir þar og einnig verið með annað kerfi heldur en reiknireglukerfi heldur við með, ekki endilega verið með D'Hondt eins og við erum með hér sem við erum með deilitölur 1, 2, 3, 4, 5 heldur hafa verið með 8 tölur 1, 3, 5, 7 Og munurinn sá að D'Hondt sem að var ákveðið að nota hér að hygli frekar sko stærri flokkunum. Það ekki þannig að það komi fram í öllum kosningum eða endurreiknarar en svona tilnýgin í þá áttina en kerfi sem hafa verið notuð í sveitastjórnum og í þinginu held ég í Danmörku, sveitastjórnum í öðrum Norðurlöndunum, þar eiginlega kerfi sem að frekar hyglir minni framboðum. Já, eða kannski minni frambóðunum. Það spurning hvað verið að hygla hverjum. Þeir Norðurlandabúar verðast allan að meina það að eftir því sem eru fleiri raddir við borðið að því lýðræðislegra sé það sko. Já, þess vegna vilja þeir ekki ídæmi í burtu eins og verið þeir ákvörðun hér. Já, það náttúrulega bara ákvörðun hér að ídæmi í burtu. Það bara klárlega þannig og þeir bara líka málflutningum eins og Birgi Ármannsinni núna eftir þessar þingkosningar. Það var stórkostlegur í Sprengisendi fyrir það. Já, ég hlustaði eiginlega aðeins á það sko og það hvað maður segja leikur hrókin á hverju strái sko, eða drýpur hrókin á hverju strái og þetta er óerjanlegt eins og við erum með þetta. Ég held að sjáu það allir sem að skoða þetta og líka bara við berum saman að því settum við dæmi, nefnum ekki verið að senda upp, setja bara endalaust dæmi með þessari grein. En þú skoða bara dæmi 1 og 4 sem eru þá D'Hondt án þröskulda. Þannig að þú setur upp 4 dæmi til samanburðar við það kerfi sem við erum með og þín dæmi byggja bara á þeim aðferðum sem að ríki sem hafa svipað kosningakerfi og við. Það sem einkenni þessara kosningakerfa það eru margir þingmenn í hverju kjördæmi. Já, og kjördæmin ekkert ógnarmörg.
og þetta kerfi sem notað í Skandinavíu, þetta kerfi sem notað í Hollandi, svo við tökum svona sem skýrstu dæmi. Þegar þú ert komin til Frakklands, að þá ertu komin í svona einmenningskjördæmakerfi, í Þýskalandi þá ertu með allt annað svona kerfi, en þau lönd sem eru með svipakerfi og við eru Norðurlöndin, Færeyjar og Grænland og Holland. Og við erum ströngustu reglunar á þeim til að koma að mönnum. Þannig að þú setur upp 4 dæmi að ef að kerfið okkar væri öðruvísin hjá hinum, og hvað gerist? Sko, það sem að gerist náttúrulega í þessu að það nokkuð augljóst allavega með það kostningakerfi sem við búum við í dag, að þeir stóru, þeir græða á kostnað hinna kannski minni eða þeirra sem eru svona við miðju. Og skoða bara ef til dæmis að því við erum með DuHont reikniregluna og gagnvart hinni reglunni sem að með minnir heitir, skiptir ekki öllum alveg heitir, það allan deilt í með oddatölum. Og það kerfi líka sem notað á Norðurlöndunum, á deilt í með oddatölum, en DuHont ekki notað. Og þá kæmi til dæmis í ljós að ef við værum með enga þröskulda og væri með annars vegar þetta kerfið sem við deilum í með 1, 2, 3, 4, 5 og síðan 1, 3, 5, 7, 9, 11 og svo framvegis. Þá verða töluvera breytingar með þess að þar á neðstu frambóðunum að til dæmis að lýðræðisflokkurinn hefði þá komið að manni hér á Íslandi ef að byggum við það kerfi. Og líka ef við skoðum svo bara ef við myndum lækka þröskuldana eins og hér niðri að landir eitt kjördæmi og segjum bara sem svo að það er 3% eins og ég held að það sé í Noregi. Ég er ekki alveg viss hvort þeir hafi lækkað úr 4 niður í 3 en það er eins og mér minni það. Og þá sérðu að þar til dæmis eru bæði Píratar og Sósíaldemókratarnir inni með 2 menn, verður eiginlega engin breyting á flokkunum þarna fyrir miðjunni, 10 sem eru með 10, 9 og 8 þingmenn, en verður svo breyting á þeim sem eru stærstir sko. En ef við myndum miða ef við kerfið eins og vera á Íslandi í dag og dæmi þarna 3 sem ég tek, þar sem eru 3% þröskuldur og þá eru töluvera breytingar þar. Já, þá það breytingi sem verður á því og þetta dæmi 3 kannski svona eins og hægt að segja, við getum sagt að það væri svona dæmigert skandinavískt kosningakerfi, að þá sætu inn á þinginu 2 sósíalistar og 2 Píratar, en þeir eru ekki inn á þinginu og í þessi stað situr 1 samfylkingarmaður, 1 sjálfstæðismaður, 1 viðreisnarmaður og 1 Flokki fólksins. Og 1 Flokki fólksins. En í dæminu það sem er svona opnasta kerfið, sem er dæmi 4 hjá þér, það sem að þá hefði fyrir utan 2 sósíalista og 2 Pírata, þá hefði líka dottið inn 1 frá VG og 1 frá lýðræðisflokknum. En þá eru það í stað þeirra, þá sitin á þingi 2 frá Samfylkingunni, 2 frá Sjálfstæðisflokknum, 1 frá Viðreisn, 1 frá Flokki fólksins. En engin breyting verður til dæmis á fylgi Miðflokksins á þingmannafjölda Miðflokksins nýja Framsóknar. Vegna þess að kerfið sem hefur verið valið að nota hér hyglir stærri flokkum. Á kostnað þeirra minni. Og það er alveg klármál og þessi umræða náttúrulega hefur farið fram þarna á Norðurlöndunum og þessi miklu þroskara svona lýðræðis hugsun þar sem þeir vilja frekar hafa fleiri að borðinu en færri. Og enginn kannast við það því að hér er oft sagt að það sé ekki hægt að hafa þetta svona á Íslandi vegna þess að það verður svo erfitt að mynda ríkisstjórn, en við kannumst ekki alveg við þá umræðu frá Danmörku og fleira að kosningakerfi valdi því að þessi ekki hægt að mynda ríkisstjórn í Danmörku. Nei, það er allt annars konar svona umræða þar og virðist vera að minnsta kosti þar að þar séu til dæmis kannski ekki eins og ríkt í einmitt stærstu flokkunum eða sérstaklega stærsta flokknum sem hefur verið fram á þessu Sjálfstæðisflokknum að þeir hafa verið svona handhafar sannleikans og og góðra verka í gegnum tíðina fyrir Ísland. Já, og hafa lítið svo á að það kerfi sem að sé rétt. Já, og sjálfsögðu, þeir eru náttúrulega græða langmest af þessu og þeir vita það alveg sjálfur. Það var svo kosturlegt við þessum að Birgir var ásamt fleirum að ræða það var Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræðingur og Haukur Arnþórsson stjórnsýslufræðingur, þau voru að ræða kosningalög. Þá tók Birgir undir það að það eiginlega gengi ekki ójafnvægi á milli kjördæma sem hann taldi vera óréttlátt.
En hann hins vegar taldi að vera bara ekkert mál að það væri óréttlátt á milli flokka. Nei, það sjálfsögðu, það hans flokkur græði mest af gerfi og hefur gert allar tíð, sko, þó eins og svo kannski inn í langrunni sem mann hafa nú oft verið að spá í og skoða þetta, þá kannski ekki breytingarnar þannig að verið miklar, en maður sér það allavega samkvæmt úrslitum þessara þingkosninga að þá hefur þetta breytt töluvert miklu hvað kosningakerfið hefur verið uppi, sko. Já, og það þannig og ég hvet fólk til þess að þeirra að meta sko breytingarnar í kosningunum að því að Sjálfstæðisflokkurinn tapar 5% stigum að fylgi, en tapar bara 2 þingmönnum og ástæðan náttúrulega kosningakerfið. Það ættu að vera 12 þingmenn Sjálfstæðismanna en ekki 14. Já, allavega 12 til 13. Ef þingmannafjöldi endurspeglaði fylgi flokkana. Já, en þess að segja, þeir hafa alltaf barist gegn öllum breytingum á kosningalögum gegnum tíðina og gert það með hörðum hætti og bara eins og þeim einu með lagi, en það þeir náttúrulega að verja sjálfa sig. En svo líka eitt mjög merkilegt. Með klókindum, ég ætla að sljóta þið inn að því að núverandi fyrirkomulag var sett á laggirnar 99, fyrst kosið eftir í 2003 og þá var meðal annars skotið inn í stjórnarskrá 5% þröskuldunum sem að gera það mjög erfitt að bakka ofan að því. Þú þarft eiginlega að fá 2 þing til þess að samþykkja breytinguna, þannig að það munu taka allavega 2 kosningar í viðbót þangað til að losna við þetta. Og þetta var gert með, það var búin til nefnd fólks sem að allt var á leiðinu út úr stjórnmálunum nema fulltrúi Sjálfstæðisflokksins sem var Geir Haarde og fulltrúi Framsóknarflokksins og Valgerður Sverrisdóttir. En aðrir voru á leiðinu út á þingi og þar var Svavar Gestsson og Guðmundur Árni Stefánsson sem að báðir urðu sendiherrar leiðarhætt á þingi. Guðný Guðbjörnsdóttir frá Kvennalistanum, hún var prófessor og Friðrik Sófusson sem að satt sem að þeir voru 2 frá Sjálfstæðisflokknum að hann varð forstjóri Landsvirkjunar. Þannig að þeir sem að skrifuðu raunverulega skýrsluna sem að lága bak við þessu breytingum sem að vörðu raunverulega stöðu stærri flokka að svona í baksýnisspeglinum ætti að segja að þau fengu sín verðlaun svona í sínu persónulega lífi. Já, fengi sína dúsur eins og svo oft vill verða hérlandi, en svo eitt líka merkilegt í þessu það að stendur nú í stjórnarskránni að þingmenn skuli vera þjóðkjörnir. En þeir raun og veru ekki kjördæmakjörnir. Það verður eftir í hvernig við túlkar hvað þjóð. Þeir eru náttúrulega kosnir í sameiningu. Sko það alveg klárt mál að forseti Íslands að hann er þjóðkjörinn, myndum maður halda. En það á ekki alveg við þingmennina. Þeir eru kjördæmakjörnir. Þeir eru ekki þjóðkjörnir. Nei. Það er nú líka svolítið skemmtilega mótsögn í þessu. En þú kalla greinina voru aðdragandi og úrslit þingkosninganna lýðræðislega. Hvað verður með aðdraganda? Ég meina bara með því, þú veist hvernig framboðslistar geta mögulega komist að með sín stefnumál og annað og kynnta fyrir fólki. Í þessari stuttu kosningabaráttu? Í þessari mjög svo stuttu kosningabaráttu og þar gildir náttúrulega eins og venjulega að eiga nú mikið fjármagn og eiga nú mikið aðgang að stóru fjölmiðlum sem að klárlega öll framboð hafa ekki. Og sérstaklega ekki náttúrulega eftir að all flokksblöðin dóu sínum drottni að þá eru einhverjir sem að eiga fjölmiðluna í dag. RÚV þá náttúrulega sá fjölmiðill sem að stendur upp á hann að koma það öllum jafnt að sem að gerði svo sem á einhverju leyti en þú veist, maður getur náttúrulega gagnrýnt hvernig þessir þættir voru. Mér persónulega, ég nefndi ekki að horfa á þetta, það var engin dýpt í þessu. Ég hef ekki þolinmæði til að klára að horfa einn þátt. Bara heiðarlegur með það. Þrátt fyrir mikinn áhuga á pólitík. Já, þá nefndi ég því ekki. Ég er kannski búinn að horfa og fylgjast alltaf mikið og lengi með þessu til að ég sé að eyða tíma mínum í einhverja sem til vera bara tóm og vitleysu, sko. Það var svolítið gagnrýnt hvernig RÚV stóð að sinni umfjöllun og svona við blaðamenn gagnrýndu það bara fyrir það að vanta eiginlega bara einhverja endursköpun af því að það var eiginlega augljóst í mörgum síðustu kosningum að þetta fyrirkomulag sem að keyra á að það ekki að virka.
Þannig að það eins og þau nái ekki einhvern veginn að endurskapa það til þess og búa til áhugaverðara efni fyrir þjóð sem hafði mikinn áhuga. Ég held að, er það ekki mat flestra að það var mikill pólitískur áhugi í kringum þessar kosningar hjá almenningi? Jú, ég held að það verulega ansi mikill áhugi, en eins og venjulega þá kannski mikið af svona clickbait sem að fóru í loftið fyrir sögnum sko, og það sem að kannski, maður kannski sakna til dæmis frá Ríkisútvarpinu, að þau geta tekið bara fengið þarna kannski 2-3 bara hverju flokki bara sem að verið settir í setti í staðan fyrir einn úr, þú veist alltaf að blanda flokkun saman og farið svona í gegnum stefnumálið þeirra og líka verið þá kannski með einhverja sérfræðinga sem að hefðu geta bent á þú veist hvað til dæmis þessar aðgerðir þýða fyrir efnahagsumhverfið, hvað þessar aðgerðir þýða fyrir menntaumhverfið og svo framvegis. Það var nefnt blaðamönnum á sunnudaginn að til þess að hefði eiginlega engi fjölmiðill látið á það reyna sko hvort að kosningaloforð og kosningastefna Flokks fólksins gengi upp svona peningalega. Já, eða bara kosningastefna Miðflokksins, virkja meira, byggja meira, lægri skattar, gefa banka. Hvað þýðir það? Þú veist, það var engin svona umræða. Ekkert á dýftinu hvað það þýðir, ekki neitt. Það maður saknaði þess að væri eitthvað svona kannski óháð stofnun sem að tækja þetta. Því það ekki að marka þegar viðskiptaráð og fleiri voru að gera þetta, en það náttúrulega mjög bæjas fyrirbrigði. Það til óháðar stofnunar í Íslandi. Það var til eins og var til þjóðastofnun. Í Bretlandi til dæmis til sérstök svona fjárlagastofnun sem að metur fjárlög og tillögur stjórnmálaflokkana til þess að almenningur getur glöggvað sig á. Það náttúrulega Háskólinn ætti að geta gert þetta ef ykkur treystir honum. Já. Fjölmiðlarnir ætti að geta gert þetta ef ykkur treystir þeim. Já, það geta maður ekki gert þetta og en það, þú veist, náttúrulega leið og til að segja eins og svo að væri verið að fara gegnum efnahagstillögur Sjálfstæðisflokksins, svona sem dæmi. Það væri einhver sérfræðingur sem væri í setti og væri farið við það og hann sæi einhver annmarka á því að ef það farið þessi leið að þá myndi þetta gerast. Mér myndist mikla líkur á því að hann bara úthrópaður og sagður ómerkingur meðan að kannski einhver annar sérfræðingur sem kemur inn og tala að þetta væri mjög fallegt og þetta gengi vel upp og verið landi til hagsbóta. Þannig að þetta reynir líka bara svolítið á almenning einmitt þegar að vera að fara í gegnum hvað maður segja hvert allar þessar stefnur og þessi orð og gjörðir alþingismanna og ráðherra það reynir svolítið á hann að vera svolítið læs á Annað sem hann gerðist í þessum kosningum kannski frekar en liðnum kosningum var að svona vægi svona hlaðvarpa og svona auka þátta fyrir utan stóru sjónvarpsstöðvarnar hafði. Og ég held að þá verði fólk að hafa í huga hvað það sem að drífur áfram uppbyggingu þessu hlaðvarpa að þú skoðar þau sem eru áberandi hverjir eru kostunaraðilar og það ekki þannig að það sé allur almenningur heldur þeir sem að fjármagna þjóðmál og Chess eftir Dark og Broadcast og eitthvað fleira eru fyrst og fremst fyrirtæki sem eru kannski sambærileg fyrirtæki voru að fjármagna viðskiptablaðið og fleira sem náttúrulega gengur ekkert upp svona sem almenn markaðsvara, það ekki þetta sé drifið áfram af áskrifendum, heldur eru þau bara fyrirtæki sem að fjármagna tiltekna svona pólitíska sýn sem keyrð áfram í þessu. Ég held að fólk ætti að skoða þetta svona að vera að hugsa það hvernig fjölmiðlamarkaðurinn samsettur, hvert vægi styrktaraðila í þessu geira? Jú, ég held að ég veit ekki, ég svona vonast til þess að flestir allavega þeir sem að hlusta á þessa þætti og annað og fylgjast með umræðinni að þeir átti sig á því. Mér fannst reyndar að þau ræðum til dæmis þá sem hafa kostað til dæmis Dagmál og það hjá Morgunblaðinu. Það var haldinn afskaplega góður fundur að mínu mati til dæmis á Selfossi á miðvikudagskvöldinu að mig minnir fyrir kosningar. Það sem fáir mættu? Sem fáir flokka mættu, væntanlega vegna þess að þeim kannski óæði fyrir eða bara vildi ekki mæta eitthvað, ég veit ekki hvað var.
en mista af alveg kjörnu tækifæri því að þar var viðkomandi stjórnandi alls ekki í þessum karakter sem hann hafi verið oft í áður, heldur eiginlega bara mjög góður og ég var mjög ánægður með þann fund og svona og hefði betur, það var 400 mann sem mætti þarna og hinir flokkarnir hefðu svona eiginlega betur mætt sem að létu sig vanta þarna. En kannski hagaði hann sig svona vel bara þess að þetta gerist, ég veit það ekki, þetta var mjög góður Ég er ekki að tala svona hvernig menn, hvaða stíl menn nota og það bara Stefán Einar með svona stíl sem svona breskur stíl sem að maður getur séð líka inn í BBC sem alltaf tónninn svolítið Tómas Ellert hvað djöfnilegt þú að vilja upp á dekk stemmingin sko sem að þú veist mörgum og ég veit að mikil eftirspurn eftir þessu og mörgum við spilum með þessu en ég var ekki að tala um það, ég er bara að tala um að til þess að þú ert að horfa á podcastflóruna þú gætir haldið þetta að væri sko lýðræðis sprengja en ef þú skoðar þetta þá hverjir sem halda sér á floti eru þeir sem að fá stuðning frá fyrirtækjum og fyrirtæki eru fyrst og fremst að styðja sko mikil hægri sjónarmið sem eru en það eiginlega ekkert vinstra podcast til nema kannski samstöðum sem að byggja þá fyrst og fremst á framlagi sko áskrifenda. Það er ekki kostunaraðilar hér. Já, svona hálfvegis til vinstri einhverja þarna sko, vinstra megin eða svona... Eins og hver? Er ekki Andrés og hann strákur... Já, hann Bakherbyrgið. Bakherbyrgið. Já, ég átta mikið alveg á þeim. Þeir eru svo mikið svona PR-menn. Þeir horfa svolítið á stjórnmál alltaf sem er svona auglýsingaherferð. Þannig að maður næri ekki alveg svo hvort þetta sé raunverulega pólitík eða hvort þetta sé almannatengsla þáttur. Svona kannski beggja bland sko, en ég veit ekki, ég heldur ekkert... Jú, ég hlusta á svona einstaka sinnum á þessi podcast og slíkt sko. Ég fylgist náttúrulega bara aðalega með náttúrulega vefmiðlunum og svo náttúrulega töluvert náttúrulega hvað er að gerast og hvað viðbrögðu vekja oft á samfélagsmiðlum. En að þú tala stuttakostingabaráttu og þú vísar áðan til kostingakerfanna í Skandinavíu að þau væru lýðræðislegri að það á ekki við stuttakostingabaráttu því að í Danmörku getur við fengið kostingabaráttu, ég held að sé bara 4 vikur. Það sem ef að forsætisráðherra bara búa til kosninga þá getur verið kosningar eftir 4 vikur. Þeir eru menn þeir eru næstu eins og Bretarnir sko, ég held að séu jafnvel verri en Bretarnir sko, það sem maður getur fengið kostningabaráttu bara á 5 vikum eða. Þetta er alltaf stutt ráðandi. Ég svona að minnst eða kannski ekkert þú veist fólk svo seint til, við náttúrulega gerum yfirleitt allt á síðustu stundu hér á Íslandi sko og látum þetta reddast einhvern veginn. En svona meðað við allan hvernig við hugum okkur og það hefði maður haldið 8 vikur, þú veist, væri algjört lágmark. Ég vilja fá þarna auka 2 vikur af því að við vorum svona, fannst mér, þú veist, að komast í það að fara að ræða málin að einhverju dýft þegar kom bara kjördagur. Ja, mér fannst það líka, mér fannst það umræðurnar á stöð 2 sem voru mjög undarlegar. Þá fannst mér að þar virtist vera að það ætti að fara í gang einhver umræðum húsnæðismál og heilbrigðismál og svona grundvallarmál sem að vera í fyrsta skipti. En svo var þátturinn bara svo skrítin einhvern veginn að ég hugsaði þá sko, það veri bara gott að vera kosið til svona 10 daga. Og þá kannski kæmi eitthvað í ljós hvað við vorum raunverulega að kjósa. Já. Það er nefnilega það sem að vantaði og vantar rauninni enn. Vantaði 2021? Já, þar höfum við alveg nægan tíma hann fyrir 2021 kosningarnar. Það var bara, það vissi enginn hvað var verið að kjósa. Endaði með því að kosið ekki bara best að kjósa Framsókn? Jú, það var náttúrulega endaði þannig og hefði kannski verið best að kjósa það bara aftur núna. Já, þú varst á því. Það fór ekki vel með Framsókn? En ég ætla aðeins að segja að þú ert að tala langa kosningabaráttu. Þeir flokkar sem að vinna mest á eru flokkar sem að hafa verið í kosningabaráttu allt kjörtímabilið. Það er náttúrulega áviðum Samfylkinguna. Já, ég Sömuleyti held ég að til þess að Viðreisn og meðast að koma ágætlega skýrt fram Pavel kom í þátt á sunnudaginn og hann talaði að eftir síðustu kosningar hefði Viðreisn farið í endurmat og þeir höfðu farið og ákveðið að hlusta svona hverja væri væntingar þeirra kjósenda það hvert væri hlutur flokksins í staðinn fyrir að boðan
með þeim hættu. Það má sama segja með Flokk fólksins sem hefur eiginlega verið í kosningabaráttu allt kjörtímabilið. Það hefur líka komið fram hérna við Rauðaborðið að þau til dæmis eru að leggja fram þingmannafrumvörp og fleira sem allir vita að mun ekkert náninu fram, þau bara svipað að skrifa grein í Vísi eða eitthvað sko. En þau hafa verið að eiginlega svona marka flokknum einhverja stöðu í einhverju takt við einhverju samtal við samfélagið. Þannig að þeir flokkar sem hafa verið í svona virku samtali við almenning, að þeir komu miklu betur út heldur en þeir sem að allt í einu ætluðu að opna flokksskrifstofuna sína þarna í kosningabaráttunni og kom þá bara í ljós að voru bara ekki konar með vélarnar sínar eins og í gang sko þegar það var búið að kjósa. Sko allar bækur og öll rit sem eru skrifuð einmitt svona kosningar, það er alltaf að segja þér það að bara leið og kjörstöðu líkur og það hefst kosningabaráttu fyrir næstu kosningar. Og það er svolítið sem að held ég að menn þurfa svolítið líka að hafa í huga, þú veist, og þetta gerist líka fyrir 21 og þá voru nú reynda sjálfstæðismenn ansið duglegir við að fara í umlandið og voru hérna á rútum og allt svoleiðis, en þeir voru nú eitthvað latari við það núna fyrir þessar kosningar og þeir voru nýbúnir eitthvað slúðis ferð þarna flauta þú vill læri skatta var aftan á rútunni þeirra núna í haust. Já, það var ekki nærri jafn sko umfangsmikið og og svona skipulagt eins og var þessi hringverðir sem var tóku fyrir 21 kosningarnar og þetta eru náttúrulega og það hefur sýnt sig og það er bara þetta er bara í fræðunum að þú þarft að vera í stanslausu samtali við kjósendur alltaf en kannski ekki of miklu, það eru sumir sem eru kannski hafa ekkert verið inn á þingi en bara vera á rúndinum sko og bara vera að tekið hlutverk þess að hitta kjósendur mjög alvarlega en bara ekkert verið inn á þinginu eins og við viljum dæmi Sigmundur Davíð, Kristrún Frostadóttir Já, og óbreytti þingmenn líka sem hafa keyrt hálfan hnöttinn held ég bara á einu kjörtímabili og slíkt sko þannig að það er allur gangur á þessu en menn verða að eiga eða stjórnmálaflokkar verða að eiga alltaf virku samtali við bara fólkið í landinu alveg saman hvort að til að afla bæði nýra kjósenda og stuðnings og einmitt að heyra ónið það sko, vera hlustendur. Við byrjum að tala kosningakerfið einn af fjórflokkunum hann dó datt út af þingi. Pírata datt út af þingi sem kannski voru ekki aðilar að þessu kosningakerfi sem var búið til 99. Framsóknarflokkurinn var í lífshættu. Samfylkingin lenti í lífshættu 2016, þá voru þau bara réttlifið við 5%. Heldurðu að því að á tímabili þá leitu þessi flokkar svo á að þetta kæmi þeim ekki við, sko. Þetta var girðing sem var reist til þess að tryggja þeim. En þarna eru sko 3 af 4 flokkunum sem annaðhvort hafa bara fallið á eigin bragði eða bara verið við það. Heldurðu að það kunni að leiða til þess að það verði einhver endurskoðun á kosningalögunum? Alveg klárlega. Alveg klárlega, það er alltaf einhver svona til. Men ekki gleyma því heldur miðflokkur var líka að berjast fyrir lífi sínu fyrir 21 kosningarnar. 5,1%. Og restlöpu og samfélkingin náttúrulega þá og núna þetta alþýðubandalagi bara út ef maður getur orðað bara svoleiðis, bara beint út af þingi. Og Píratar með sko alveg öfluga þingmenn, öflugt fólk og sem er búin með mikla reynslu og þau þetta út og aðrir komast ekki inn heldur sem hefðu kannski alveg átt erindaðir inn og sem kom mér til dæmis verulega, kom mér að hreinlega satt að segja verulega óvart til dæmis að sósíalistaflokkurinn kemist ekki inn á þing, við erum bara að segja alveg sver. Það kom mér ekkert sérstaklega óvart. Ég mati þetta þannig að ef að sósíalistar ætti að ná í gegn af því að ég er meðvitaður þessa 5% reglu og hvað árun hefur á kosningar. Að ég mati að við þyrftum að hafa verið í svona 6,5% 2 dögum fyrir kjördag og þá hefði fylgi mögulega fengið meira en það sko. Þá hefði fylgi frá VG og Pírötum einhver leyti lenti á okkur. En það sem að gerðist var að það fylgi fór einfallega bara yfir hausinn á okkur og endaði í, ég held að samfylkingin sé með 2,5-3% meira fylgi heldur en það hefði fengið ef það væri ekki þessi 5% þröskuldur. Ég held að sé eitthvað á Viðreisn og eitthvað á Flokki fólksins. Svo var það eins og segir, náttúrulega bara 3 af 4 dögum bara fyrir kosningar, fyrir kjördag, þá mældist þeim Framsóknarflokkurinn bara ekkert inn á þingi. Sko. Nei, það var viku, það var prósent föstudeginum í vikunum undan. 4,4%. Þannig að það er náttúrulega
það svolítið sjokkterapi fyrir svona gamalgrófan flokk að fá þetta. Já. Það dregur úr möguleikunum á sókn vegna þess að mót þótt að þú getur sótt bjargið okkur frá því að falla, að þá svo mikill straumurinn á móti að fólk að hugsa sko sem næstbesta kostir, og það ekki þannig allir sem fara inn í að kjósa Framsóknarflokkinn séu að kjósa sko Framsóknarflokkinn að því að hann sé svo frábær kostur sko. Sumir kjósa sko meiri helmingurinn að kjósa hann að því að hann skásti kosturinn. Ef að sá flokkur síðan allt inn í fallhættu, að þá náttúrulega verður það fylgi mjög rókjant og þá segja að ég ekki betra í staðin fyrir að kasta fylgi atkvæði mínu á Framsóknarflokkinn sem svona allt í lagi kostur, ekki alveg gott að kjósa þá bara Samfylkinguna eða Viðreisn eða... Sko ég held reyndar eins og með Framsóknarflokkinn að sko fengunum 7,9% eða 8% á landsvísu að það fylgi sé svona eiginlega nánar bara gólfið hjá Framsókn. Ég held að það fari bara ekki neðar. Ertu viss það? Hvað hefur sagt að gólfið væri hjá VG ef ég spurti fyrir hálfu ári síðan? Þú hefur ekki sagt 2,3%? Nei, ekki 2,3% aldrei. Nei. Þannig að þegar þröskuldurinn mætir, að þá verður breyting. Ég myndi vilja að kosningarannsóknin myndi vera með sérstaklega spurningu sem að væri það. Hefðirðu geta hugsað að kjósa annan flokk en þú kaust ef að þú væri viss að atkvæði myndi skila þingmanni. Og þá held ég að komi fram því að raunverulegt fylgi, sameiginlegt fylgi sósíalista, Pírata og VG ekki sko 10% eins og var í kosningunum. Heldur mjög líklega 15-16%. Já, eitthvað starfða milli 10-15 vantarlega sko. Já. Því að Alþýðubandalag var alltaf, svona við horfum bara á það, ef gerir sér til samasemmerkjum með Alþýðubandalag sem svo VG, að þá var fylgi Alþýðubandalags yfirlega svona frekar stabílt. Alltaf hærra heldur en gratana sko. Já, og var mjög stabílt, því að þú veist, en þá var kannski öldin önnur, amma minn kom alltaf Alþýðubandalag held ég, en hún náttúrulega kemur frá Norðfirði. Litlu Moskvu, en þannig að já, það var mjög stabílt, var ekki svona sveiflukent, en við erum líka bara að upplifa aðra tíma í dag heldur en fyrir 30-40 ára síðan að fólk miklu meira að fara milli flokka og ekki fara að kjósa saman mamma, pappi eða af amma sko, það bara ekki þannig. Herru, það gaman að fylgjast með þessu og gaman að ræða við þig, Tómas Ellert. En ég ætla að sitja hérna áfram og við ætlum að fara að skoða ykkur allt aðra hluti hér við Rauðaborðið. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.